Uppvæðar Issivina þinnuam Uppvæðar Sæfra Issivina þinnaut Uppvæð snemnar Issivina Herðu, ég var að heyri í Þóróri að við komumst vist til Svíþjóðar eftir allt saman á rækilegri ljóðrátni undan það verðum í sókví eitthvað svona vesen og fáum svo send þangað myndbönd af sænskum ljóðskáldum og ekki bara það, líka íslenskum þýðendum úr sænsku. Það brilljant, því næstur á dagskrá hinn sænski Jónas Gren. Hann hefur meðal annars rannsakað samspil ljóðlistar og loftslagsmála. Það liggur nú vel við höggið þar sem að allir vita að ljóðið það eina sem getur bjargað heiminum. Mikið rétt. En hann Jónas, hann fæddur í Stokkólmi og hefur sendt frá sér 5 ljóðabækur, 5. Og svo nýjasta sonnettusveigur gönguskíði. Sem alltaf eitthvað sem allir þurfa að verða sér út og lesa fyrir næstu vetrarólympíuleika í Peking næsta vetur. Við vita. Setjast í það. Já. Og fyrsta skáldsagan svo væntanlega næsta ári. Brilljant. En það hann Eiríkur Örn Norðdal, Kolbrúnar skáld að vestan, sem ætlar að þýða hann Jónas fyrir okkur. En hann staddur í Svíþjóðum þessar mundir og já, það á vel við því eins og allir vita þá ekki nóg að tala bara tungumálið sem maður að þýður. Heldur þar maður líka helst að vera gegnsýrður af menningunni. Og Eirík þekkið örugglega mörg, hann hefur gefið út fjöldan allan af ljóðabókum og skáldsögum. Fékk íslensku bókmenntaverðlaun fyrir nokkrum mánuðum síðan fyrir Ílsku og síðast gaf hann út bókina Brúin yfir Tangagötuna. Þá fékk hann alvöru verðlaun. Rauðu fjöðrina, erotísk stílverðlaun lestrarfélagsins Krumma. Það munar ekki það. En síðasta ljóðabók hét Óratorrek, ljóðum samfélagsleg málefni og þar með voru ljóðabækurnar 7 og skáldsögurnar 7. Og svo væntanleg skáldsaga númer 8 í haust sem ber heitið Einlægur önd. Má þá ekki segja hann skulda okkur líka 8. ljóðabókina? Jú, það að halda þessari symmetríu. Engin pressa samt, engin pressa. Nei, þetta ekki. En Eiríkur hefur sömulegis þýtt fjöldabóka eftir ólíka höfunda og Allen Ginsberg, Michael Moore, Jonathan Lethem og Athenu Farrokhzad. Og að lokum rétt að vara ykkur við. Textavélin eitthvað bíluð, svoleiðis að þið fáið bara fyrst að heyra sænskuna, hans Jónasar, og svo allar þýðingarnar hans Eiríks Arnar á eftir. Svo þið geti kannski bara lítið á þetta sem ókeypis sænskunámskeið í bónus. Jävla, jättebra! Hello, my name is Jonas Gren. I am a writer from Sweden. Ég Eiríkur Örn Norðdal og ég hef valið að lesa fyrir ykkur úr þýðingu minni á örfáum síðum úr bók eftir sænska skáldið Jonas Gren sem heitir Överallt ska jag vara i centrum. Nú myndi ég veifa framan ykkur bókinni ef ég ætti hana, en ég á hana bara á PDF. Þannig að ég mun lesa hana á þessari traustu tölvu minni. Ef ég á að segja eitthvað Jónas, þá myndi ég bara einfaldlega að segja það það eitthvað í ljóðlist hans sem að kjarnar bæði fegurðina, ángistina og húmorinn í því að vera til. And now I will read some poems from my book that is called Överallt ska jag vara i centrum and Everywhere I shall be in the center. När jag blir stor ska jag ha omsorg. Det ska vara omsorg om barn. Det ska vara barnomsorg som gör att jag som har barn kan koncentrera mig på jobbet. Det ska vara barnomsorg som driver upp arbetsutbudet. Jag ska investera i människor som driver upp utbud. Det ska vara omsorg om äldre. Det ska vara äldreomsorg som gör att jag som har äldre kan koncentrera mig på jobbet.
När jag blir stor ska det vara ordning och reda i finanserna. Saker och ting ska ligga på rätt plats. Det ska vara avdelningar, det ska vara mappar, det ska vara pärmar, det ska vara register för mappar och pärmar. Det ska vara olika färger för olika flikar, det ska vara tydligt. Det ska alltid vara ordning och reda i finanserna. Människor ska inte kunna koncentrera sig när det är oordning i finanserna. Ingenting får ligga och skräpa, det ska inte lukta, det ska inte vara objudna gäster. Det ska vara tyst, det ska vara rent, det ska vara tomt. Bara då kan människor känna sig trygga. När jag blir stor ska jag ha välfärd. När människor inte har råd med välfärd ska jag ha ambitionen att människor har råd. Jag ska ha råd med den ambitionen. Den ska kosta. Det ska inte vara gratis. Det ska inte vara tvång. Det ska vara morot. Det ska vara morötter. Det ska vara land av morötter. Det ska inte vara piskor. Det ska vara människor som inte har råd och som jagar morötter. När jag blir stor ska jag ha klimat. Det ska vara ett bra klimat. När det är varmt ska det vara kallt. När det är kallt ska det vara varmt. Klimatet i min bil ska vara precis som jag vill ha det när jag blir stor. När jag blir stor ska skogarna sjunga. Det ska inte vara människor som bestämmer vad skogarna sjunger. Det ska inte vara jag som bestämmer vad skogarna sjunger. Det ska inte vara små djur som bestämmer. Det ska vara stora. Úr allstaðar þarf ég að vera miðpunktur alheimsins. Þegar ég verð stór, ætla ég að hafa ummönnun. Það á að vera ummönnun börn. Það á að vera barna ummönnun. Til þess að ég, sem á börn, geti einbeitt mér að vinnunni. Það á að vera barna ummönnun sem eykur atvinnuframboðið. Ég ætla að fjárfesta í fólki sem eykur framboð. Það á að vera ummönnun eldri borgara, öldrunar þjónusta. Til þess að ég, sem á eldri borgara, geti einbeitt mér að vinnunni. Þegar ég verð stór á að vera röð og regla í fjármálum. Allt á að vera á réttum stað. Það eiga að vera deildir. Það eiga að vera möppur. Það á að vera skrá yfir deildir og möppur. Það eiga að vera ólíkir litir fyrir hvert flipa. Það á alltaf að vera skýrt. Það á alltaf að vera röð og regla í fjármálunum. Fólk ætti ekki að geta einbeitt sér þegar það er óreiða í fjármálunum. Ekkert má vera sem ruslar til. Það á ekki að vera lykt. Það eiga ekki að koma óboðnir gestir. Það á að vera hljótt. Það á að vera hreint. Það á að vera tómt. Fyrst þá mun fólk upplifa öryggi. Þegar ég verð stór, ætla ég að hafa velferð. Ef fólk hefur ekki efni á velferð, ætla ég að hafa metnað til þess að það hafi efni á henni. Ég ætla að hafa efni á þessu metnaði. Hann á að kosta, hann á ekki að vera ókeypis, hann á ekki að vera nauðung, hann á að vera gulrót. Það eiga að vera gulrætur. Þetta á að vera gulrótaland. Það eiga ekki að vera svipur, það á að vera fólk sem hefur ekki efni og sem eltir gulrætur. Þegar ég verð stór, ætla ég að hafa loftslag. Það á að vera gott loftslag. Þegar það er hlýtt á að vera kalt og þegar það er kalt á að vera hlýtt. Loftslagið í bílnum mínum á að vera alveg eins og ég vil hafa það þegar ég verð stór. Þegar ég verð stór, eiga skógarnir að syngja. Það á ekki að vera fólk sem ákveður hvað skógarnir syngja. Það á ekki að vera ég sem ákveður hvað skógarnir syngja. Það eiga ekki að vera lítil dýr sem ákveða. Heldur stór. This is one of my favorite books. It's by the Swedish poet and writer Harry Martinson. His nature essays from the 1930s in the midst of European chaos and fascism. He writes about beetles and pine trees
and also the state of the world. Here is Harry in the granskog, the spruce forest. Very nice book that unfortunately not is translated to English as far as I know, but anyone who knows Swedish can read it. Ett bra tips för sommaren, Harry Martinsons naturessäer. Hvað þurfum við að vera lengi með þessar grímur á okkur? Ég veit það ekki. En ég meina, við hljótum að mega taka þér af okkur svona í 5 mínútur til að klára þáttinn. Já, heyrðu, það er líklega betra. Já. Þó að ég sé náttúrulega miklu fallegri sem þessi gullfallega pokar átti hérna. En hérna, já, ég þarf náttúrulega að koma mikilvægri tilkynningu að til að hafa það á hreinu að Jónas var að segja ykkur að hérna bækurnas Harry Martinson væri náttúrulega lítið þýttar aðeins, skilst mér. En þær hafa það tölvöftur þýttur á hérna hið Áskar Eilera á íslenskunna. Og bara núna hérna, bara í fyrra held ég var leiðin í Kluknaríki þýtt. Hún er hérna bak við mig, leiðin í Kluknaríki. Það var Heimir Pálsson sem þýtti. Og bara gegnum tíðina þá hefur Karl Ísfeld sem að þýtti í Góðan Svæk við þýttan. Jón úr Vör, Jóns úr Kötlum, Jón Hjálmarsson, ýmsir fleiri og bara svona nýlega fyrir svona 3-4 mánuð síðan þá var vísindaskáldsögu ljóðið Aniara, mikil epík, kvikmynduð. Já. Og hérna... Já, en yfir í næsta skáld. Hún er menntuð í heimspeki, ritlist og ritstjórn frá Háskóla Íslands, Háskólanum í Bologna og Rutgers Háskóla í New Jersey. En það er hún Þórdís Helgadóttir sem er næsta skjáin. Hún hlaut ljóðstaf Jóns úr Vör núna í byrjun árs. Heyrðu, hvernig væri að endurskýra þetta bendiprik ljóðstaf ljóðamála? Já, svona meira kannski svona neyðarljóðstafur sem er alveg svona kannski nauðsynlegt á þessum síðustu vestu, svona þangað til að ljóðstafabúðirnar opna aftur. Ok, skal sættast á neyðarljóðstafur. En Þórdís, Þórdís gaf út smásagnasafnið Keisaramörgæsir 2018 og hún er líka leikskáld því Þensla var sett upp í Borgarleikhúsinu árið 2019 og svo er leikritið Jamaica Farewell væntanlegt á fjarlægnar. Hún hefur líka gefið út hérna ásamt fleiri skáldum ljóðabækurnar. Ég er ekki að fara rétt upp hönd og nú sker ég netin mín. Þau voru gefin út með ljóðakollektífinu Svigaskáldum. Og þær stöllur eru sem sagt nokkur ljóðskáld sem að semja saman. Og orðið ljóðakollektív er kannski verða fullröng skilgreining bráðum vegna þess að fyrsta skáldsaga þeirra, hún kemur út bara núna næsta haust, skilst mér. En það er sömulegis væntanleg næsta haust fyrsta sólóljóðabók Þórdísar og núna fáum við bara smá forsmekk af henni. Og hérna, það er Magnea Björk Valdimarsdóttir sem er að baka myndavélina og bara yfir til Þórdísar og Magneu. Það er byrjað hérna. Ég heiti Þórdís Helgadóttir og ég ætla að lesa 3 ljóð úr væntanlegri ljóðabók sem kemur út í haust og hefur ekki hlotið titil. Fasaskipti. Ég elska börnin mín og börnin sem börnin mín elska og börnin sem elska börnin mín. Þau keyra kuldaskó í gegnum ísinn þegar tjörnina hefur lagt. Þau elska að beita afli. Brjóta flísar úr ísingunni og halda þeim upp að andlitinu. Ég sé þau út gluggann, saltsleikt auga hússins. Þau sjá mig gegnum tært gler, ljóskul skíma og svo dimmir. Þannig er tíminn skorinn í sneiðar, hvítar og svartar, skiptingin ekki bróðurleg, frekar en á öðrum gæðum. Frostið herðir á aðgreiningunni milli heima og breytir legum í sannindi.
gerir göngubrú úr svokölluðu yfirborði vatnsins. Ef falskir botnar fela eitur eða fjársjóði, hvað felur þá falskt yfirborð? Börnin, en ekki ég, treysta gljúpri himnunni yfir handanheiminum, þar sem andardrátturinn rennur í öfuga átt. En þeir stutt sem þau komu í gegn, önduðu hringöndun með þau drukku, fljótandi fæði úr sykurbrjósti. Þau bíta í rendurnar, bryðja glerbrjósikur, stolt af styrk sínum. Í barnatennur vantar taugarnar fyrir tannkull. Það blómstrar ætiþystill í eldhúsglugganum. Enginn elskar veturinn eins og börnin mín. Síðan tók það skeið enda. Véfréttin er miðaldra kona með sígin brjóst undir blússunni eins og alltaf. Hún ýtir sófanum frá veggnum og smalar okkur inn, systur á eftir systur, í keðju. Handfljót vindur hún okkur eins og naflastreng af hálsi. Inn í göngunum seitlar svartolía, uppi brenna borpallarnir ásamt þeim sem hlekkjuðu sig þar. Allar eru hér, þekkjast á flúruðum kvið og sviðnum iljum. Þegar ljós kemur í opið, látum við ropa, setjum kálblöð og brjóst hver annarar, vel heppnuð aðgerð, kortlögð í leyni, í lúsapóstum og saumaklúbbum, heilu hillurnar í bókasöfnum heimsins, mertar fæðingarundirbúningur. Þófar. Eins og flauelshúðaðar bleikar baunir birtast þeir, þófar. Á fingurgómi böggfingurs, viðbeini, vörum. Barba mamma gerir töng úr vísifingri og þumli, klípur, togar, mótar, eitthvað sem lítur út eins og líffærið sem syrgir. Það kom ljóska til læknis, sagði læknir, ég meiði mig hér og 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 hér. Hann sagði, þú ert með brotið nafn, 8 andlit og öll sýkt. Ryknóðri undir eigin rúmi með serjósaugu sem kallar með hennar eigin rödd á konuna undir sænginni. Það kom í ljós bólga í líffærinu sem gleymir. Útfellingarnar eru fingur í sírópsári, börkur sem brestur í lófum, hríð af granathöglum fullum af sykurblóði og fræi. Stóri lognmáninn yfir vatninu, meira að segja honum er hægt að gleyma, og kattarþófum og því að ég sé sú sem missir fótana af ánægju yfir þessu öllu. Það er engin lækning til við neinu. Hins vegar eru hér þófar, granadepli, tungl. Já, ég kom með handahófskennt val af uppáhaldsbókum og það er margt sem að maður hefði getað valið en ég greip eitthvað sem maður kannski hendi og hjarta næst í augnablikinu og það er fyrst með Ilja Kaminski, Dansað í Ódessa. Ég kom reynda með 2 bækur eftir hann, Deaf Republic, hann er algjört uppáhald Ilja Kaminski. Þessi er þýdd af Sigurði Pálssyni, heitnum, ástkærum og Sölva Birni sem lauku þýðinguna. Og þetta er bara svona, þú veist, það er, maður les stundum eitthvað sem bara einhvern veginn svona hittir mann í, þú veist,
hjarta og maður skilur eiginlega ekki hvernig þetta er gert. Hann hefur eitthvað svona Kaminski, þegar hann les sjálfur þá er hann svona, hann er eins og predikari og hann er eitthvað svona einstæð rödd. Hann er skrifað svolítið mikið bara stríð, hann er ættað frá Úkraínu og ólst þar upp í barnæsku og aldrei klísjur og það er einhvern veginn, já, allar tilfinningarnar og engar klísjurnar og ótrúlegt næmi einhvern veginn. Mér finnst hálf asnalegt að tala ljóð, ég var rosalega erfitt með það. Af því að, ég veit ekki, það er svo eitthvað svona að vera beðin að mála mynd af uppáhaldsmálverkinu sínu. Þetta er eitthvað svona, ég hef ekki orð til að lýsa þessum orðum einhvern veginn. Þetta er ljóðasafn eftir Kaveh Akbar. Ég er ekki einu svona viss ég sé að bera nafni hans fram rétt. Þetta er Calling a Wolf og hefur haft rosaleg áhrif á mig. Hann er ungur Það er bæði ungi kallmenn einhver hluta vegna. Höfundarnir sem ég valdi, hann skrifar bara svona sitt ferðalag svolítið frá rosalegri fíkn og í það verði einhvern veginn skáld og það er algjör, þau eru persónuleg og það er eitthvað svona algjör heilindi. Og hann er líka svolítið svona, bara maskína, í ljóðasenunni, í Ameríku. Hann er með, heldur átið vef þar sem hann talar, tekur endalausu viðtöl og hann er svona ofsalega, örlátur að gefa rödd og einhvern veginn að halda uppi samtali, deila, það er ótrúlega skemmtilegt, bara ljóða Twitter, það sem hann er, alltaf að deila eitthvað, Já, og þetta svona gefur mér svo mikinn innblástur, einhvern veginn hvernig hann skrifar, að því ég tengi kannski við hvernig ég er líka mér hætti til að gera rosalega svona, hann sameinar eitthvað svona að gera dálítið svona tyrfi, dálítið svona, mörg lög af einhverjum myndum og stemmingu og eitthvað svona, og hann leysir það einhvern veginn algjörlega perfekt alltaf, það er alltaf eitthvað nýtt og óvænt, en það er aldrei, yfirþyrmandi og ég er bara eitthvað svona, ég vil geta gert þetta, það er svona tala til mín sem já, bara einhvern veginn skálds og já, bara manneskju. Þannig að ég elska Kaveh og Elía. En þetta er að verða búið hjá okkur í dag. Já, það viðrar hins vegar vel til ljóðalesturs og hérna bak við mig eru smásalasafnið, Keisari Margrétar eftir Þórdísi og eitthvað nokkrar af bókum Jónasar, til dæmis hérna á horninu og örugglega hægt að panta þær hjá Norræna húsinu eða í gegnum einhverja dreifingaraðila. Og svo er rétt að minnast á eina aðalpersónu þáttarins og líklega aldursforsetans, ég held að það sé eldri en við bæði og líklega eldri en flest ljóðskáldin. Þetta er hann RTF okkar, austurþýska sjónvarpið sem við fundum í geymslunni hjá Pavel. RTF, hann heitir sem fullu nafni Rundfunk und Fernmeldetechnik og þetta er sem sagt, það er handfang á þessu, þannig að þetta er prýðilegt til þess að skreppa mig í bústaðinn sko. Og já, þannig að þetta fyrirtæki framleiti vist líka sko njósnagræði fyrir Stasi. Já. Þannig að þetta sjónvarp er búið að hlusta á allt sem við höfum sagt sko og búið að gefa skýrslu í bækistöðvar flokksins sko. Já. Þannig að bara svo að við vitum það, þannig að þið vitið hvað hefur gerst ef við hverfum allt í einu. Já. En er ekki bara, hvort er komin tími til þess að við hverfum allavega inn í bili? Já. Svo við bara þökkum fyrir okkur og ljúkum þessum þætti í dag. Já. Sniemnar af yssevinna þinnoa, uppvæða atsræðra yssevinna þinbraut. Sniemnar af yssevinna þinnoa. Sól hér sortna stígur Voldimar, hverf af himni heiðar stjörnur. Heisar eimi við aldurnar, leikur hár hiti við himinn sjálfan.
ræða að tretta